Klukkan orðin 4, það föstudagur og það engin venjulegur föstudagur. Þetta föstudagurinn Verslunarmannahelgi sem þýðir að FM 95 Blö eru komnir úr sumafrí. Við sitjum hérna á 900 grill, ég og Egill Einarsson. Steindi Junior fastur í tökum en kemur í kvöld sem skýta. Við ekki fyrsta þætti eftir sumafrí. Það skeit. Já, hann tökum á bíómyndinu undir trénu. Það sem hann að segja að einhver bíómynd mikilvægur en við félagarnir. Já, sko mikilvægur heldur en þjóðhátíðar þáttur FM 95 Blö. Það skeit. Já, hann reyndar á miklum bömmir en kemur í kvöld og verður náttúrulega með okkur á sviðinu annað kvöld. Það sjálfsögðu. En já, fyrir aðdáendur Steinda þá hann nú samt tengdur þættinum. Við tókum upp atriði með honum og hann með okkur í Gift að sofa hjá Drepa og hann dettur nú inn. Hann verður með okkur í dag. Já, svo heyrum við í honum eftir líka En hafið engar áhyggjur því að við erum með þéttan þátt kæru hlustendur. Við sitjum hérna, við erum nú að tilkynna það fyrst. Við sitjum hérna á 900 grill í Vestmannaeyjum. Það án þess að íkja svona 21 stigs hiti. Það 40 hiti. Nei, ég sagði án þess að íkja. Þá svona 21 stigs hiti og hérna það stappað hérna í portinu. Og þú veit með Ingo the Weatherman að taka með gítarinn. Já, hann að syngja fyrir liðið hérna fyrir utan. Ég skil alveg okkur Ingo með 10 milljónur á mánuði sko. Sko, út af því að hann snillingur í að ná liðun í eitthvað rugl. Hann kastaði eitthvað hristi drasli á alla. Já. Þannig að fólk hrista með eitthvað hrista með honum. Já, og hann spyr alla hérna borðið hann að hægra megin, þið með óskalag. Og fyllibittunum þar vel eitthvað óskalag skiluru og hann interakta við liðið. Hann ekki bara þetta með gítarna að syngja. Nei. Þetta snillingur. Maður sá strax Ingo Veðugur ekkert að gera þetta fyrsta sinn hérna í portinu á Ríðleikur, kongur. Já, við ætlum að fá hann í spjall hérna eftir. Og það svo skemmtilegt þegar maður fara Ingo Veðugur í spjall. Þú færð ekki hreinskilnari viðmælanda. Hann mjög honest. Þú getur spurt hann út í allt. Hann bara svarar. Og ég ætla að spurja hann eftir hvort hann sé ekkert komið leið á þess því að hann sagði nokkuð við okkur í viðtali hann búinn að syngja á öllum hólum Íslands. Hann alltaf fenginn til að taka brekkusöngin alls þar sem hann kemur. Við tökum það spjallun eftir. Ég held að hann sé bara að þessu fyrir Cassie. Þetta og veltið fyrir svona passion versus cash. Hvernig skipti ekki 90-10, 50-50? Ég segi 100-0. Cash passion. Þú vilt meina að segja ekkert passion í þessu? Ekki neitt sko. Hann mjög góður í þessu. Hann veit líka að hann gerir þetta vel og fara meira kass sko. Þetta ekki flókið sko. Já, það reyndar hárrétt hjá þér. Ég held að sko við erum búin að vera, þetta 5. árið sem FM 95 Blö í loftinu og þjóðhátíðarþátturinn okkar hefur alltaf verið stærsti þáttur ársins. Fólk núna í bílnum að keyra ekkert út að landa, ekkert endilega á leiðin til Eyja, vonandi sem flestir á leiðin til Eyja. Sko fólk líka hlust í dalnum, í dalnum með okkur félagarna Við sendum kveðjur í dalinn og já, bara ósku þess að allir keyri vallega sem að keyra. Svo við komum nú inn á það, en við erum með hrikalega þéttan þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Það veisla, við förum í kortmundur frekar með Frikka Dór hér á eftir. Það Steindir ekki með okkur, en við ætlum að vera duglegir að fá gesti. Frikki Dór fyrir með okkur í kortmundur frekar. Sverrir Bergmann, Video Game Boy, Swarster Mouth, hann kemur á eftir í spjall. Ingo Veðugur verður með okkur í spurningakefni Gilsarás. Hvað ætlar að hendi? Sko, mjög einfalt. King of þjóðhátíð. Ég setti þig og Stóni í King of þjóðhátíðinu sinni. Ég á ekki breyki Ingo Veðugur. Nei, ég get lofaði því sko. Þannig að hann myndi pakka þér saman. Þannig að mér langar bara að taka hann í þetta. Bara einan og sér, sjá hvað hann skorar hátt. Þegar ég held maður, þetta eru 14 spurningar. Ég eiginlega myndi setja gott kassa á hann sem var 14 punktar í dag. Það kemur ekki óvart. Hann King of þjóðhátíð. Ef þú hugsað þjóðhátíð, Ingo Veðugur og Árni Jónsson helviti ofalega á allt annan hátt samt. Ég hlakka mest til í dag að fá Ingo í viðtal. Já, hann kemur svo Frikka Dór, svo Tartmouth. Hann setur Svessa í 3. sæti þessu. Yes. Ok, svo ætlum við líka að ég með breytingu. Við erum náttúrulega að koma núna eftir sumafrí. Sturlaðar staðreyndir voru farnar í frí. Já, það ennþá frí. Það ennþá frí, nema ég með breytingu þar á. Ég ætla að kynna það betur og eftir. Ég lofa þér, þú ánægð með það. Þú ánægð með það. Ertu að mjaka Sturluðum aftur inn? Nei, það myndi ég aldrei gera. En ég með breytingu, en ég verð samt að flokka þetta sem ég ætla að kalla þetta Sturlaðar eða ekki. Nýr dagskrárliður. Veist ég með brjálaðskast að Sturlaðar kom inn og þetta ekki má ræða við með áður en þannig sko. Ég ekkert að fara hendi Sturlaðar staðreyndir. Þetta nýr dagskrárliður sem heitir Sturlað eða ekki. Sturlað eða ekki? Já, ég kem betur I like that, ok. Svo náttúrulega giftast sofa hjá Drepa og Steindi Junior með okkur í því. Við tókum það upp fyrir í vikunni. Þannig að hann með okkur í því og það þjóðhátíðar tengt líka. Það sem þetta þjóðhátíðar þáttur
Og svo ætlum við að fara líka í símtöl sem við Steindi tókum upp. En ég var hendur að fá þar upplýsingar. Við megum ekki spila símtölaðan Steinda. Já, og það kona sem við hringdum í hringdi fróðufellandi upp í til Nei, við þurfum ekki að segja hún hefur fróðufellandi en hún var ósátt og að sjálfsögðu spilum við ekki símtal sem að fólk eru ósátt með. Nei. Þannig að við spilum mitt símtal og það gengur út á... Ég var ánægð með þitt símtal. I like that. Þetta vætras náungi sem að reyna að fá að gista í garðunum hérna í Eyjum hjá fólki. Þetta var svona 2001 blöð sem hringdi hann í hann. Hvað meinar þú? Þú varst á Sauðárkróki og Kúpnum og... Já, ég á Sauðárkróki á Hyundai Coupe var aldrei eins og þessi gauð sem hringdi hann í konun að Þú varst með strípur 2001. Já, ég talaði samt ekki svona eins og ég talaði þessi símtali, sko. Þannig að það er veisla framöndan, kæru hlustendur, og við ætlum líka að minna á það, við erum í Dalnum á morgun klukkan 23:05. Þannig að fólk getur sleppt í að fara í Dalinn í kvöld. Nei, ég er ekki að rýna. Við erum á morgun og ef það er eitthvað heima að hlusta núna á ég að fara á þjóðatíð, það er 45 stiga hiti hérna. Það er 20 stiga hiti. Við erum annað kvöld félagarnir. Þannig að fólk getur drulla sér inn yfir. Við erum milli 11 og 12 og síðan er Muscleboy aftur klukkan 3. Og við ætlum að nýta svolítið þennan þáttu að koma liðinu sem er í Dalnum og þeir sem er að hlusta og eru svona ákveða hvort þeir að koma á þjóðatíð ekki. Við ætlum að nýta þennan þátt í að peppa ykkur í að koma morgun. Það eru við og Kvarasi og Jón Jónsson. Það er geggjuð dagskrá annað kvöld. Og til dæmis verður þetta lag spilað annað kvöld. Við erum á þjóðhátíð, hún er hafin og við erum hér í fyrsta þætt okkar eftir sumarfrí. Og ef þið eru ekki Vestmannum, þá vildi ég nú líka láta ykkur vita að þá er allt í lagi að henda sér bara í Keilu helgina. Því það er opið föstudag, laugardag og sunnudag í Keiluhöllinni. Það er opið til 1 alla dagana og það er happy hour frá 9 til 11, 2 fyrir 1 af öllu á barnum. Þannig að ef ég var í bænum til dæmis núna, þá myndi ég að henda mig bara í Keilu í kvöld, fyrst ég komst ekki til eiga. Varu reiði fullíkæðin í Keilunni? Nei, ég hugsi ég væri bara hamingjusamur en varu örugglega byrjað að veðja eins. En það er annað mál. Við ætlum hins vegar að fara núna í slúður hér í FM95 Blöð og ég ætla að spyrja það, varstu búin að sakna slúðursins, Egill? Já, þú hefur stundum tekið, þú hefur stundum gert niður þig og hægt þér í slúðurnu. Stundum hefur þú komið með góðan pakka. Ég væri til í að heyra til dæmis hvað er þetta Kardashian, hvað er Miley að gera, hvað er Patrick Schwarzenegger að gera. Ég nenni ekki að ræða hérna Patrick Schwarzenegger og allt það, en við byrjum á Jared Leto. Það er eitt myndalöguleikari. Hann er reynda fárlega sexy, við gerum það. Hann var núna á dögunum að opna sig eiturlyfjanotkun sína, sem að mér svolítið skrítið einhvern veginn, en hann er að... Er hann í kokainum eða er hann í hassinu eða... Sko, hann talar nú ekkert í hverju hann er, en hann er í kvikmyndinni Suicide Squad sem er á leiðinni, og það sem hann leikur The Joker. Við þarf að feta í fótspor Jack Nicholson og hvað heitir hann, Heath Ledger. Já. En hann opnaði sig í viðtölu á dögunum og hann var að segja hér að reynslans af eiturlyfjum, ég notaði mikið af þeim. Sum voru mjög skemmtileg, síðan er nokkur sem eiga til að sparki rassin á manni, sagði leikarinn í viðtali við Rolling Stone. Rolling Stone. Sparki raskætti á sig. Já, ég býst við á einhverjum tímapunkti þurfum maður að taka ákvörðun hvernig lífmanns á að vera og hann ákvað elta draumann sína, þannig að hann segist vera búin að parkera eiturlyfjunum og ég verð nú bara að fagna því. Er einhver Hollywood-leikari sem er ekki notað eiturlyf? Já, ég trú ekki, er þetta allt pakkað? Málið er blöð, það eru 2 menn í heiminum sem hafa höndað the fame, það er Poop og Gilsari. Við erum 1-2 menninni sem eru þekktir sem er ekki að dæla ykkur í handlegginn á sér eða kókaini. Steindi er ekki því heldur. Það var reynda Steindi líka. Já, Frikki Dór, Jón Jónsson. Já, og þeir 2. Restin er bara á dælunni. Aja. Þú veist, það er bara þannig. Sérstaklega út í Hollywood. Já. Þú veist, Jared Leto, ég haldi að sá gæi að vera 100%. Já. Hár, hann er með þykkasta hár sem ég séð og ef hann er að hlusta þá ætla ég að óska hann til hamingju með það. Til hamingju, Leto. Svo er það Ariana Grande, hún er hætt með kærastanum sínum. Hún var vist í sambandi við Ricky Alvarez sem ég veit ekki hver er. Þetta er auðvitað Ricky G þeirra bandarækjamanna. Gaman að segja frá því að Ricky G er einmitt á tökkunum í bænum fyrir okkur. Ricky, gaman að þér. Dr. Donut, gaman að hafa það. Ertu á það, Donut? Ertu á það, Ricky? Já, ég er það þegið. Ert þú okkar Ricky Alvarez? Nei, ég veit ekki hver það er en ég er það ekki. Það er einhver dansari sem var með Ariana Grande, hann er samt svona, já orðuðan þannig, þú lítur út eins og Ricky Alvarez ef þú myndir borðan. Nei, hann er tágrannur með skegg og vóasætur. Ok, en Dr. Donut, ekki ljúa, hvað er fyrir framan þig núna á DJ-borðinu? Hvað er þetta að horfa á akkurat núna? Ég er að horfa á Takka. Já, en það er lítið fyrir ofan þá, borðið fyrir ofan, hvað er það? Heldur hann sé alltaf með eitthvað eða? Hvað áttu með, hvað er munch þetta með? Ég er ekki með neitt munch.
Hætt að ljúga, Richard. Þú ekki bara halda áfram að gera það sem þú ert að gera það? Jó, ef ekki halda áfram slúðrið, hann heitir allavega Rikki, eins og Rikki G. Og hann dansari, þau voru búin að fara saman í rúmt ár og þau voru hætt saman núna. Ég var að hugsa, Egill, það einhvern veginn alltaf þessar stjörnur, bara eins og Britney Spears og fleiri söngkonur. Mikill aðdáandi. Já, Madonna og fleiri. Það byrja alltaf með dönsórun sin. Já, finnst það skrítið það? Það mjög gott að vera góður að dansa. Hefur séð sexy gæja dansa? Já, oft. Hefur séð svona bara gæja, þú veist svona average height, dökkarður, kaffibrút með sexy move eða? Já, ég hef séð það. Hefur séð það? Já. Já, ég meina þú veist, ef ég var í gælla og ég var a famous singer, þá myndi ég einungis deyta dansarana mína í vídeónu. Ok, það virðist alltaf að vera algengt en þessi sambönd endast samt ekki því að bæði Britney, Ariana Grande og Madonna eru ég er ekki að vera leiðilegur. Bara ef við tölum hrein íslensku hérna, þú veist alveg að þú ert aldrei að fara að giftast dansarana þínum, sko, sem er í vídeo. Þetta er einsti 3 mánaða session, sko. Þetta var enda rúmt ár, en þetta er líka óvinni langt, sko. Á hverju æfði maður ekki dansa á sínum tíma? Þú ert ágætis dansari, sko. Já, samt ekkert í líkingu við menn sem kunna alvöru að dansa. Nei, sko, eins og til dæmis ef er ungi drengi núna að hlusta þáttinn og hvet ég okkur til að fara í dans. Ég fór í dans, sko. Ég fór í samkvæmistans. Þú ert eins lítill dansari og hægt er að vera. Nennar að setja sokk í munnina þar í 2 sekúndur. Ég segi, ég æfði dans. Já. Og ég var, hvað æfði það í 1 dag? Já, ok. Já, ég sög, en ég æfði allavega dans. Já, ok. Þú hefði kannski ekki átt að hætta á svona snemma. Svo síðasta slúðrið, það af Hillary Duff, en hún... Hjæltu bara að segja Hillary Clinton. Nei, það af Hillary Duff sem hefur endar ekki verið í slúðrið. Ég er búin að gleyma hver í anskotanum Hillary Duff. Það einmitt það sem ég ætla að minnast á hérna, en hún með eitt stólkar sem er á eftirinn og ætlar að giftast henni og það nokkri leigubílstjórar búin að tilkynna lögreglu að þessi maður sé að leita henni og hún núna búin að auka öryggisgæslunni á sér. Ég vissi ekki eins og Hillary Duff var ennþá bara hver Hillary Duff, hvað gerir hún áttur? Söngkona og leikona leikona, já. Eða svona aðalega söngkona. Hann svona hinn bandaríski Rikki G fyrir utan heima honni með fréttablaði og kleinurhingi og kíki bara. Herðu, ég ætla að tilkynna að ég verði ekki lengur á tökkunum minna. Við erum að fara að hlusta á þetta kjafta Það er engin Rikki G ætlala, en það er alltaf eitthvað gaur sem ætlar að giftast inni og er harður á því að hann muni giftast inni. Rikki, glemdu því. Já, það er ekki Rikki. Þetta er ekki að vera giftast inni, ég get lofa því. Þetta var slúðupakki dagsins, við skulum fá auglýsingar, svo er það í næsta lífi sem að Bent tekur einmitt á morgun og svo fáum við Ingo Veðuguð hingað í King of Þjóðtíð. Þetta er mikill meistari. Keppendur í heppni athugið, það styttist í næsta mót. Hver verður Evrópumeistari í heppni næsta föstudag? Potturinn stefnir í 11 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni alla föstudaga. Ljótutilboð er tilboð. Þú kaupir stóra ljóta pizza og matseli og brauðstangir eða hvítlausbrauð og þú far aðra forljóta með Ugly, Cowboy, Smiðjuvegi 2 og í Langaríma. Þjóðhátíð hefst á sumarmarkaði Ellingsen. Tjöld, svepphókar, dínur, regnföt, gúmmítútur, ullasokkar, kæliboks. Allt á dundrandi afslætti. Ellingsen. Pizza Hut. Nú erum við í sumarskapi og verðum með 30% afslátt af öllum pizzum. Happy hour alla daga, milli 4 og 7 og kaldur á krana. Pizza Hut. Good times together. Pizza Hut. Sumir eru öruggari en aðrir á ferðum sínum. Til dæmis fá þeir sem eru með F+, ókeypis aðstoð á staðnum frá Bílahjálp Vís á öllum helstu þéttbýlistöðum landsins. Við vitum hvað skjót aðstoð skiptir miklu máli. Vís, þar sem tryggingar snúast fólk. Nýja fatan okkar er meistari í dýfingum, 10 ljúffengar kjúklingalundir og 4 sósur sem þú færð ekki staðist. Dips Bucket er á aðeins 2.499 krónur. KFC, svo gott. Þegar þú notar símann undir stýri, er 23 sinnum líklegra að þú lendir í slysi. Er tölvupósturinn í alvörunni svona mikilvægur? Sjó á. Ertu á leið úr bænum? Komdu við á veitingastað Eldsmiðjunar á N1 Ártúnshöfða. Eldsmiðja. Náðu í einkamálappið og farðu á hraðstefnumót á þjóðhátíð í Eyjum. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Samnastendingahjörð í amerískum fötum, þambatu og glösum, standandi í röði, bankastræti.
veistlan, hætti að vera veistla. Veistla, þeir búkan braf veistla. Það náður en þú veist að við neistlan, hætti að vera veistla. Hlustendur, þið að hlusta á þjóðhátíða þátt FM 95 Blöð og fyrsta þáttinn eftir sumarfrí. Þetta var hann Ágúst Bent með í næsta lífi og þetta verður með tekið á Stóra sviðun annað kvöld klukkan 11:05. Hárrétt. Þetta er í okkar prógrami en við erum komin með góðan gest hér í ekki stúdíóð en hérna inn á 900 grill. Við erum í hotninu á 900 grill. Ég setti með inn á FM 95 Blöð snappið, fólk getur horta á svona hvar við eru félagarnir þetta. Þetta er skemmtilegt, mjög skemmtilegt. Voða kósí hjá okkur en þetta er einn af mínum uppáhaldsgestum. Ég hef sagt það áður því að hann er einn sá allra hreinskilnasti og það er hann Ingo Veðugu, verður velkominn. Takk hérlega fyrir. Hvað segir Ingo the Weather God? Bara svona þreyttur en samt þokkalegur, spenntur. Akkur þreyttur? Bara að gigga í gær og hinn og... Hvað er að gigga í gær? Var á Austur, hjá Óskar Kolbins. Þjóðhátíðar uppbytun. I like that. Þú ert alltaf á Austur á 50? Alltaf á 50, já. Er það ekki alltaf veistlað? Jú, Ásker er þvílíkur meistari og þessir eigendur á þessum stað og þetta er flottu staður og... Þannig að í staðin fyrir að segja núna hvernig ertu, ég er góður, gamlar og komin á þjóðhátíð, þá byrjar að segja ég er þreyttur en ágætur. Já. Þarf ekki bara keyrið í vodka Red Bull núna? Já, ég veit ekki alveg með það, þá held ég að geti verið eins og eitt föstudaginn eigin þegar bara finnst ekki svona að vera á þjóðhátíð, það var alltaf mikið vodka Red Bull, þannig að... Ég myndi sleppa því, fáðu bara vatn eða Pepsi Max eða eitthvað. Já, ég held að verði bara hann í kvöld. En nú, ég ætla að spyrja það einu upp, talandi að vera að gigga í gær, þú ert pínu þreyttur, varst að gigga á miðvikudaginn líka. Svo varstu hérna núna að spila fyrir fólki hérna, stóðst eins og hetja, við vorum að hrósa þér. Takk hérlega fyrir. Kannt þetta, fær fólk til að syngja með. Ég verð samt að spyrja, ertu komin leið á að syngja? Nei, alls ekki sko, en ég var að ljúga þær eða ég sagði að vera öll giggi af skemmtileg sko. En ég út því líka fagmæður sem gerir, út svo besti. Takk fyrir. The best of the best. Takk fyrir. En eina sem ég velta fyrir mér er, þú veist, þú ert líka businessman, þú ert fjárfestir. Það er svona að ég myndi segja að það var þitt aðal profession. Já. Þannig ég velti fyrir mér ef við veltum fyrir okkur bara passion skástari kass, hvar setur þið á, þú ert að velja gig, er það út af the passion eða er það út af kassinu og kemur með prósentu skipting? Ég hef tippað á áðan 100% kass, 0% passion. Hvernig er þetta, þú veist, þú velur gig? Sko, ef ég ætti að velja, sko, í því sem ég geri, þá er það oft, þú veist, gaman, en ég er aldrei að fara á stað bara, þú veist, eins og núna er kannski einhver, bara, hvað segir maður sér, bara 9 manns búin að ringja, kemur ekki kvöld með gítarinn, því ég finnst nú svo gaman að spila gítarinn. Það er eitthvað, ángríns, bara, kemur ekki og tekur aðeins hérna með okkur og þú er svo resmað, þetta er svo skemmtilegt. Ég held bara, ég myndi freka bara fara, þú veist, bara aftur í Herjól og tilbaka, sko, ég nenni því ekki neitt, sko. Þannig að, þú veist, þetta er mikil mótivering að þetta er vinna mín, ég fekk greitt fyrir það, þannig, og ég hef gert þetta. Hann er ekki píp bara að mæta heimtíðin bara þegar það er svo gaman. Þetta er nefnilega orðið þannig, skilur, en ef ég var að gera þetta af passions, þá var ég bara, skilur, bara að taka Rage Against the Machine cover bara inn í skúr, bara á fullu, bara með einhverjum svaka, það er upp á sljónstum. Þetta er kassið, þetta er ekki flókið. Þetta er ekki flókið. Þetta er, já, kassið kemur mér á staðinn, sko, en stundum er gaman á staðnum, sko. Já, ég meina, ég sá alveg úti og þetta skemmtaði konunglega. En þetta er líka svo bestið, sko. Ef þú væri bara á það kassinu og væri ekki með passion, þú mætur svo, það mæri ekki að mæta. Það væri ekki að bóka yngur. Eitt sem ég vil spyrja, líka hérna, ég glemt alltaf að spyrja þessu. Ég veit ekki hvort þú komið viðtal til okkar eftir þetta, en við erum að fara núna í King of Þjóðhátíð hjá Gilsárunum, hann er að fara að henda í smá spurningar hérna. Ætlar í sund hérna í Eyjum helgina? Ætlar að henda þér ykkur á laug? Ekki að það er opið, sko, ég nenni ekki sund að það er opið. Þetta var spurning frá Simma Vil, King Simma Vil, þessu við kvöldamann. Ok, SMS frá honum og spurði hvað var þetta daginn sem kom í blöðunum eitthvað? Varst það laumaður ykkur sundlu eftir lokun? Já, var eitthvað, vorum eitthvað hérna, skemmt okkur eftir eitthvað gig og hérna, fekk ykkur hugmynd bara að fara í sund. Og bara fórum í sund, svo kom löggan rægur upp úr, sko, en það var samt, sko... En hoppaður yfir girðinguna? Já, en ef girðingu skildi kalla, sko, þetta var svona eitthvað smá... Varst það bönnur þegar þetta kom í fjölmiðla? Já, það var heldur bara daginn eftir, maður, og löggan kominn, maður, og skýrslu taka okkar vesen, sko. Fórið beint í pottin eða fórið í laugina? Já, pottin og hoppu, svona, það var eitthvað svona... Hvað heitir þetta? Trampolín? Já, trampolín í lauginu? Laugmar, já, og menn að slasa sig alveg og fullu, sko. Varstu hoppandi þar? Það voru 7-8 strákar, sko, að þau lítið farið fyrir hinum nöfnunum, sko. Mér þeirra að sloppið helvítið vel, sko. Fullt af einhverjum gæðum sem mér mætti ekkert við því þetta kem í fjölmiðlum eða mamma þeirra vissi að því, sko. Það var bara að tala um Ingo Veðugu? Það var bara eins og hann einn í sundi? Já, ég var alls ekki einn í sundi. Þú tókst hittan á, þú skvílaðar engan? Já, nei, nákvæmlega, ég þagði því, sko. En það var að spurningakefnin? Já, það er hann núna eða? Það strax? Hendum bara í hana, maður. Ó, ég ætla að þeirri lag og síðan í hana, já. Nei, við hugsaum við ættum bara að henda beint í spurningakefna áður við fáum... Getið við engið blað og penna því að þetta er 14 spurningar, Ingo. Ég er með hérna, ég skal kvitta.
Húkvittar? Já. Er þetta rétt og rámt? Nei, þetta er bara, nei Þetta er bara já eða nei. Já, hefur gert þetta ekki? Þetta eru 14 spurningar sko og þetta heitir King of Þjóðhátíð. Ég setti Blondell og Steinda í þessa keppni daginn. Og þeim gekk ágætlega sko. En þetta er mjög basic, þetta er ekki stressast upp, þetta er mjög basic. Mjög basic. Hérna er Ásík Kolbeins. Blessaður Kóð Þáður, gaman að sjá þig. Þú erum að fara við þetta með jónkunar á viðstöðuna. Já, við förum það við tækifæri. Sko, fyrst spurning. Hefur verið í Pollagalla í Herjólfsdal haldandi á einum volgum túborg? Nei, ég á ekki eins og Pollagalla. Nei. Nei, það er ekki prik, ok. Aldrei farið á þjóðhátíð í Pollagalla? Nei, ég er bara á eitthvað svona gamlan reggalla, svona eitthvað bláan sko, svona sem að, þú veist, já, ekki samt svona, ertu ekki að meina svona appi? Já, en þú verið í reggalla haldandi á túborg, eða? Er þetta svona, það fyrir eftir svolítið hvernig þú skilgjarnir reggalla? Ég á okkur vindbuxur sem ég átti 14 Ég er tilbúin að skara á þessi Pollagalla. Já, fuck it. Ok, það fæst þig. Punktur. Hefur þú gist í tjaldi á þjóðhátíð? Bara ekki mínu eigi, bara einhverju tjaldi, bara gist, bara tjaldi eða eitthvað. Ekki mínu eigi? Já, ok. Bara, ég tjalda ekki þetta. Álveru kongur eins og Ingo leiði sér hótel, sko, en hann krassaði einhver tíman hjá einhverjum heitum gæja, eitt kvöldið. Hefur þú farið í teknotjaldið og pantaður ópálskot? Já, heldur betur maður. Jésús allt svo árið sko, það var ég bara í teknotjaldinu, ég mitt á þjóðatíðinu. Það var algjör vitleis að ég mæla ekki með því sko, nema bara rétt að kíkja inn í teknotjaldinu. Já, sko. Það er engan sko, verið bara í dalnum. Það góða með teknotjaldið er ópálskotir sko. Já, það er svo vitleis að maður. En hérna, nummer 4. Hefur þú hendur í tjörnina í dalnum, bera ofan, öskrandi, haldandi á Smirnofflösku? Nei. Ekki punktur það. Það er ekki punktur það er skellur. Hefur þú ráfað random inn í eitthvað af hvítu tjöldunum og fengið lunda, samloku eða einn jökulkaldan? Já, hvað minn góður. Ertu að fara mikið í hvítu tjöldunum, heita liða og svona? Já, ég er ráfandi þarna Það er svo gaman, þeir eru okkur gömlu kallan. Já, akkurat, sammála því sko. En þetta er oftast þannig að ég er oftast dregin, ég hitt eitthvað fella og svo segir hann, ég blessaður Ingo, kottu hérna maður, og svo er maður dregin í eitthvað hvítjald. Þarf þú að taka gítarnu? Já, fæn og það er eitthvað gítar í tjaldinu. Líður eins og trúð, það fólk segir bara, hörðu Ingo, kottu hérna og settu gítarna og sönglaði eitthvað. En líður bara svo trúð. Já, svo þú veist, kemur veðurbrandarinn og allt þetta, þú veist, það er búið að gjössalega. Takk fyrir daginn í dag, Ingo maður. Þú ert að skoða verið með þér. En hérna næstan? Skulum ekki fara að setja hann í vond skap Sko, hefur komið hjólastól í eiguna, notað hann til að keyra áfengið dalinn? Nei, ég hef ekki gert það. Ekki gert það. Hann hugsaði samt alveg í góða 3 sekúndur. Já, hann er potið með búið eitthvað. Hefur eld kanínu á gólfvellinum? Að sé kanínu og hlaupa eftir henni eða eitthvað, einhverju rugli. Eru kanínu það? Já, kanínu það, betur þau það sko. Ok, ég segi ekki. Nei, ekki. Nei. Hefur giggað á stóra sviðinu? Já, ekki á stóra sviðinu. Það er punktur. Akkur er að spurja kónginn hvernig hann giggað á stóra sviðinu. Þetta er bara eina, ég með þetta í vördskjali hérna sko. Já, þetta er bara just a bear shit in the woods. Hefur verið aðalaktið á virtasta balli landsins, húkaraballinu? Nei, aldrei verið það. Það er skita, Ingo. Já, þannig séð. Þú er að setja það í stand. Ég vil sjá því á húkaraballinu. Já. En hefur þú farið á húkaraballi og húkar? Nei, ég hef aldrei farið á húkaraballi sko. Nei, ok. Hvað, húkar og húkar? Já, húkaraballi í gamla þetta var að því að þá voru menn að reyna að konur og menn að reyna að húka hvort annað fyrir þjóðtíð. Þetta er svona táknum tímana sko, húkaraballi alltaf, þannig að menn fóru húkaraballið og náðu sér í stelpu og voru með inn á þjóðtíðinni. Nú er það þannig sko, menn fara öll kvöldin og ná sér í stelpu. Þetta eru breytti tímar. Já, þetta eru breytti. Þetta er frjálslindið sko. En hefur hægt þér á kömrunum? Á þjóðtíð? Já, ég hef nú gert það. Já, það er svolítið. Já. Það er ekkert eitthvað viðbjóður? Það er ekkert eitthvað skemmtilegt sko. Það er ekkert að taka snappa því sko. Maður reynir að forðast það. Já. Ég satt að respect that. Það sömur sko blöð, hann vil alltaf bara hægja sér heima á sér, sinfóníu tónlist og okkur ilmkerti og okkur svona eitthvað kjafta. Þú bara fóst bara, girti niður og hægði þér okkur kamari og þjóð. I like that. Þegar menn eru kannski 3-4 degi, þá er ofta ekkert hægt að fara upp á hérna hótel og þá bara. I respect that. Nú er spurning nr. 11. Hefur þú farið í sleik í dalnum? Segðu satt. Ég veist, út að giftum maður í dag, en your single years. Já, einhvern tíman hefur mann yes! Punktur. Punktur, konið 7. Hefur þú girt niður því í dalnum? Já, ég hef nú gert það. Konið 8, hvað er margir eftir þér? Mér langar að staldra við hann að spurningu 12. En spurningu 13, 2 eftir. Hefur þú stundið ástarmög á gólfvöllunum á hólu 9 eins og Kristinn Pálsson, sölumæður, fættur 1977 í sporthúsinu, gerði þess svo frækt var hérna árið?
Hvað er að þér eiginlega? Bara spurning. Óbástlegt veikur maður. Þetta er bara spurning. Ekki á 9. Þetta er væntanlega nei. Nei, þetta er nei. Þetta er nei. Þú er ekki verið í því. Þvert nei. Já, ég segi bara næsta og síðasta spurning, er það ekki? Hefur hitt Gellu í dalnum? Konu, stelpu? Ég lesa upp úr skjali blöð. Stendur Gellu. Ræðilegt orð. Hefur hitt Gellu í dalnum? Þið náðu vel saman. Þið leiðist út úr dalnum. Endir svo nakin annarkvort A. Hótelherbyggi, B. Tjaldi. Hvað er spurning hvort ég hafa ekkert höstlaðin í dal? Já, ef þú ert umorðana. Já, á hótelið. Það er svoleiðis. Já. Búm. Einhvern tímann. Þetta er alveg skor. Hvað er það að skora? Hann er með 9 stig af 14. 9 af 14, sko, Ingo. Hann er ekki ellt kaninur, hann er ekki verið með hjólastóli í dalnum, hann er ekki verið á 9. holið sem er það mest að kjafta sem hirt hann. Ef það er einhver kongur, þá er það Ingo við ykkur. En það sér hann um Brekkusaukin. Ég get lofa Árni Jónsson myndi fá 2 punkta að hann. Þetta er á virkilega gamla að fá því spjall. Er þetta eitthvað fleiri punktar en menn fá almennt? Já, með 4 held ég. Sko Ingo, þú tókst 9 punkta af 14. Bara verður stoltur af þér. Þú ert king of þjóðatíð og talandi þjóðatíð. Þú ert kóngurinn. Og þú ætla að fá nýjasta þjóðatíðalaði beint í gang. Eitthvað sérstakt á sér stað, eldar lýsa ský. Ég man saman göngum þennan stíg, aftur enn á ný. Ég man, ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég fagna því að vera til. Sund, siglingar, skíði, skylmingar, skautar. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Þú ert með skilaboðin á hendinni. Apple Watch, ekki vera ferkundið. Epli, Laugaví og Smáralind. Njótum sólarinnar og förum í sund. Hoppum upp í póló. Hekla. Hjá Ólís og OP fást fjórfaldir vildarpóntar Æslandir alla helgina. Vertu með í skemmtilegum sumarleik. Ólís, vinur við veginn. El Matador. Hægældað nautakjöt, pönnustektur laukur, piknik og piparmajónes. American Style. American Style. Þjóðhátíð hefst á sumarmarkaði Ellingsen. Tjöld, svepphókar, dínur, regnföt, gúmmítútur, ullasokkar, kæliboks. Allt á dundrandi afslætti. Ellingsen. Dominos kynnir gammamyndina Bad Moms. In this day and age, it's impossible to be her mom. That beige moonbreak is really lighting up my board. Mila Kunis, Catherine Hahn og Christine Bell fara á kostum í þessari bráðskemmtilegu gammamynd frá handritshöfundum The Hangover. Bad Moms, frumsýnd 3. ágúst í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Grillið, maturinn, gósið og snakkið. Ferðalagið byrjar hjá okkur. Netto. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það er hárið eftir þessu snilling, það er Keiluhöllin í Egilshöll sem að færir ykkur FM 95 blöð og eins og við komum inn á án og þá er opið þar alla helgina til 1. Það er happy hour frá 9 til 11, 2 fyrir 1 á öllu á barnum og svo eru rútur sem skutla liðinni í bæ. Já, þetta er ekki lókið. Ég ætla að hrósa hérna Tartmouth. Já. Þegar síðasta lag var hérna nýja þjóðatíðalagið. Já. Og þetta var Svessi og Frikki, þeir eru báður á leiðinni í spjall. Ég er mikill frekkadómaður. Sko, þegar flest þjóðatíðalög eru viðbjóður. En síðan kom eitt og eitt gott. Sko, lífið er yndislegt, var heitt. Ég kastu upp þegar ég heyri það í dag, sko. Nei, já, þú veist, ok. Ég að vera completely honest innan félagina. Já, ég fílaði alveg það. Síðan kemur hérna Kveikjum eldana með hérna Tartmouth, sem ég veist í ruglinu. Já. En síðan kemur hérna hann aftur núna með geðveikt lag. Þannig að Halldór Gunnar, Svess og Frikki Dór er að delivera. Já, það er bara þannig. Og ég ætla að hrósa þessu mestur þau. Hárið rétt, en það er komið að dagskrárlið sem er nýri FM 95 blöð eins og flestir, af okkar svona diggum hlustutum vita, þá erum við búin að parkera sturlum við staðrindum. Já, samt heitir þessi dagskrárlið sturlaða staðrindir. Nei. Mér líður eins og að þetta var að nýta það að ég með lága greindaðustölu og við endum að taka sturlaða staðrindir. Nei, við erum ekki verið sturlaða staðrindir. Þetta er nýr dagskrárlið sem heitir Sturlað eða ekki. Ok, sturlað eða ekki. Já, þetta er sem sagt, ég ætla að lesa fyrir þið 5 sturlaða staðrindir. Ok. En
einhverjar af þeim er kjaftaði. Wow. Já, og einhverjar eru sannar. Ok. Manstu, ég var alltaf með 9 og 1 fake. Já. Núna er þetta bara 5. Gætu allar verið fake þess vegna? Það gætu allar verið fake. Wow. Ok, ég verða við ekki það, Blondale. Þú varst búin að vera með allt niður þig. Já. You're totally redeeming yourself. Okay. En það gæti líka allar 5 verið sturlaðar. Það gæti allar verið fake. Það gæti allar verið sturlaðar. Já, en svo gæti þetta verið önnur Og þú lestar upp og ég á að segja sturluð ekki. Þetta er líka gert svolítið fyrir hlustendur sem er að keyra út á landi eða bara liðið sem er í dalnum. Já, liðið sem er í dalnum núna. Nú er bara keppni. Já, hvort þetta sé sturluð staðreynd eða ekki. Bring it. Ef ég skora 5 rétt, hvað fæ ég? Ef þú skora 5 rétt, þá skal ég, það farið kassabjór frá mér. Yes. Ok. Ronaldinho misti einu sinni $750,000 samning eða 100 miljónir íslenska króna frá Coca-Cola eftir að hafa tekið sopa af Pepsi á blaðamannafundi. Sturluð staðreynd eða ekki? Goddammit. Fárlega góð sturluð staðreynd, sko. Nú má fólk giska í Ég bílnum segi að þetta sé rétt. Og það er rétt hjá þér. Yes! Þetta er sturluð staðreynd. 4 eftir, ég fæ a case of beer. Sem því það að Ronaldinho, hann misti 100 miljónir. Hvað, tók sopa Pepsi á blaðamannafundi? Skate. Já, misti 100 miljón krónar samning við Coke. Alltaf hugsa vel um sponsors. Þá er það næsta. Hamstrar eru ólöglegir á Hawaii. Sturluð staðreynd eða kjaftaði? Það er líklega mest að kjafta þessi heyrt. Það er að segja bullshit á það? Já. Þetta er satt. Þú mistir þarna. Hamstrar eru bannaðar á Hawaii. Kassi farin. Kassin er farin. Og ef ég fyrir Hawaii á morgun og tek hamsturinn. Þú ert ekki bara að labba til Hawaii, höfum það á hreinu. Hvað er í glasinu þínu? Ef ég flýg og ég kem með hamsturinn minn Jónas á Hawaii, er ég játnaður og hent í jailið það? Ég held að það sé ekki að fara að jafna þér með hamstur. Hvað kjaftað er þetta? Heldur í alveg að þú þurfir bara að fyrir fangelse með eitthvað að banna. Hamsturinn er bara tekin af þér. Alveg svo þú mátt ekki vera með apa á Íslandi, þú voru ekki handtekin. Nei, sant. Ok. En já, hamstrar eru ólöglegir á Hawaii. Þá er það næsta. Já. Geitungar eru ekki með eyru. Goddammit, Gump. Ég hata geitunga með allt í heiminum. Gefðu fólki smá umhugsunar freskort að þau haldi þetta sér sturluð staðreynd eða ekki? Máli, ég sé geitunga mjög oft. Þeir eru með vangi, þeir eru gulir, svartir. Ég hef aldrei séð stór eyru að flaksandi eitthvað hann. Stór eyru? Þetta er ekki stór, heldur þú myndi sjá eyruna þennan? Þetta er svona lítið, sko. Já, ég myndi sjá, geitunga með eyrublöð, það myndi taka eftir því, sko. Það er ekki flókið, sko. Ok, er þetta sturluð staðreynd eða ekki? Nei, geitungar eru ekki með eyru, lofa þetta. Það er hárrétt hjá þér. Yes! Það eru sturluð staðreynd. En getur ekki sidebet og það er bara með eina ranga. Ég finna 2 síðustu rétt. Það var dvergkipur. Það er kipur á ísköldum Já, bara einhverju góð. Til. Það eru 2 réttir. Það er ólöglegt að fara fullur á trampólín í Noregi og Svíþjóð. Sturluð staðreynd eða hrossaskítur? Sko, ég get alveg trúa að það sé ólöglegt í Svíþjóð, sko, þegar Svíin er með allt lóðrétt niður úr sig. Norðmaðurinn er léttur. Skemmtist að lóklu á 3 sem er mjög þreytt. Yfirleitt 1. En norðmaðurinn leiðir mönnum að hoppa á trampólíni í glasi. Hann er bullshit. Það er hárrétt hjá þér, þetta er bullshit. En þetta er hvorki bannað í Svíþjóð í Noregi. Ég bjóð þetta bara til, sko. Já, ég myndi trúa þessu á Svíjarna, sko. Þú ert með allt rétt nema 1. Já, kottu með þetta blöð. Hvað varstu með? Já, þú hélst að hamstrar væru löglegir á Hawaii. Það er líka best að kjafta þessi heyrt. Þá það síðasta í sturlað. Ég hef ekki verið svo stressaður í mörg ár, sko. Sturlað eða hrossaskítur. Ég ætla að skýra þetta, sturluð eða hrossaskítur. Það er mjög gott. Þannig að ef ég svara þessa rétt þá fæ ég 2 kipur. Já, til. Já, ég til. Það hefur engin fangi beðið tofu sem loka máltíð á death row í Bandaríkjunum. Goddammit, Gump. Er þetta rétt eða er þetta lygi? Er þetta sturluð staðreynd eða hrossaskítur? Sko, tofu er the shit núna. Fyrir vegan og ef þú ert að fara að deyja grænmetisætur. Hendur í tofu ekki það ég ætla að fara að hjálpa þér. Nei, en blöð, býta þess. Ég með um shut your mouth. Er ekki fólki tofu af því að það er að passa upp á línunar eða? Nei, fólk er ekki tofu. Nei, blöð, shut your tiny little mouth. Fólk er í tofu út af þetta er grænmetisætur og þau borða ekki kjúkling, fisk eða kjöt og þau borða tofu því að það er grænmetisætur borða tofu. Grænmetisætur borða líka kjöt sem er selt út í maturbúðum á Íslandi. Þannig að þetta er fyrir grænmetisætur. En sko grænmetisætur / vegans er the shit right now. Þannig ég velti fyrir mér sko
að einhver gæði sem fór á Death Row fyrir 10 árum var ekki að biðja tofu. Þannig að þú maður taka þessar staðrætt á skóplinn, þetta er horseshit. Þetta er horseshit. Yes! Það hefur verið beðið tofu. Nei. Jú, Skeitir. Þú sagði Skeitir. Það hefur verið beðið tofu. Nei. Því miður, þannig að þú tapar þetta grínast eða? Já, tapaði tökipum. En svona talandi það, mér finnst það reyndar alveg ofboðslega skrítið að biðja tofu er reyndar okkur, þú segir fólki er bara græmið. Já, menn ef þetta er græmið þetta, þá er þetta annað baunaréttur eða tofu, sko. Hvað myndir þú panta þér sem síðustu máltíð og ættir að fara í stólinn eða sprautun eða hvað sem þetta er? Ég myndi panta 200 g nautalönd, rær, 4 hvítlags ristaða humarhala, þunna pítsu, PSV, ostabrauðstangir og baconborgarna. Þar hafið það. Þetta voru sturlaða staðreyndir en það er komið að lagi sem að verður í dalnum annað kvöld. Við minnum að við byrjum 11 og þetta er DJ Muscleboy og hans nýjasta. Newsflash. Nobody likes you. You son of a bitch. Hey, baby. No, baby. Whoa. In the name of fitness, get your ass on the floor. Settu Nobody likes you, body fat. Nobody likes you. Það held ég þér að hlusta á þjóðatíða þátt FM 95 blöð. Fyrsti þátturinn eftir sumafrí. Ég sit nú bara einn hérna núna út í hopni á 900 grill. Ég sit nú ekki einn, minn fólki hérna, en Egill fór að pissa. Það var kannski gaman að segja frá því að ég held að hann ætti ekkert að halda sig við countryð. Nei, hérna, hann er mættur hérna. Það var biðruð á klóstið hérna. Ríkala flott lag hér sem vorum að klára. Takk. Ég held þú ættir að spila meira country. Er þetta ekki ánægð með það? Já, mér finnst það bara mjög flott. Thank you. Já, en Þú ert endara hater, sko. Nei, alls ekki. En það sem við ætlum að fara í núna er símtal. Við tókum upp með Steinda í vikunni því að við vissum að hann myndi ekki ná þættinum. Hann er í tökum á nýri bíómynd. Kemur reyndar á Eyjuna í kvöld og verður að sjálfsögðu með okkur annað kvöld á stóra sviðinu. En við í síðasta þjóðatíðaþætti þá vorum við að reyna að fá að tjálta í garðinum hjá fólki. Við vorum að ringja og þykjast verið einhverju svona langskildi frændur og spyrja hvort við mættum ekki tjálta í garðinum. Við fengum alltaf nei og það var skemmtilegt. Þannig að við ætlum að breyta núna í ár og ringja sem ógeðslega svona vætraskaurar að byggjum að fá gista í garðinum, vitandi að við fengjum það ekki, en ætlum samt að vera rosalega hressir að fá bara að nýta klósettu og íbúðinu hjá fólkinu. Nema það, símtalega Steinda var bannað. Það var mjög fyndið Steinda það. Já, kona sem hringdi skellur að sér bannað, sko. Við náttúrulega virðum það og kona sem hringdi og vildi ekki að þetta er spilað, þannig að við spilum það ekki, en við ætlum samt að spila mitt símtal sem var svona tenging við Steinda símtal, en það heldur samt alveg eitt og sér held ég. Fólk getur svona ímynda sig hvernig símtalið Steinda var með að hlusta á því. Það sem við áttum að koma þarna inn væri að maður þurfti að koma inn, þetta var svona dagskrárliður sem við Pétur Jóhann vorum með, það sem að leggja orð í munn. Maður átti að koma inn lykil sem sagt inn á baði, maður átti að koma inn drulla og að við ætlum að stunda mög, en orða það kannski öðruvísi. Og við skulum bara heyra símtalið mitt og við getum ekki spilað Steinda. Tekum á þessu. Halló. Er það Jóna? Já. Hei, komdu sæl og blessuð, þetta er hann Krummi hérna. Krummi? Já, því kannski þú þekkir mig nú ekki, nú frekar að Birgir maðurinn myndi þekkja mig. Já. En ég er svona fjarskyldur. Já, þannig sé pabbi minn heitir Ívon og mamma mín heitir Silja. Og sem sagt amma Silju og langamma Birgis held ég, þær voru systur eða eitthvað svona. Eitthvað þannig tengt að fattar þetta er eitthvað langt aftur í, sko. Já, ég kann ekki neitt. Nei, ekki heldur og basically er að skjóta í myrkri hérna, en ákvað pabbi skora á mig að tjekka á ykkur. Er þið ekki alltaf í Eyjum? Jú. Já, hvernig veðrið núna? Bara fínt. Nei, ekki? Jú. Já, ég frétti að vera einhver smá rigning í dag, en það sleppur alveg ekki. Já, það er búið að rigna. Það er bara gott fyrir gróðurinn. Já. Nei, ekki? Já, það er bara, ef það er gott við næstu helgi, þá er allir sáttir. Já, ég segi það. Já, og ég ætlaði með talandi næstu helgi. Ég fór kannski að hugsa ef ég myndi vera á tjálsæðinu
og segir maður var nú dottin einhver púkímann á föstudeginum og svona, maður í miklu grillu og miklu fjöru og eitthvað svona, það væri kannski hægt að koma og kíkja á okkur, henda sér náður bað og taka eitt lykil kannski. Sko, það verður svo rosalega margt hérna hjá okkur að ég bara, það bara annar ekki. Ég skil. Það verður opið alveg íþróttamiðstöð. Já, kannski erfitt að vera, ef þetta er púkímann að vera í kringu krakkana, maður náttúrulega orðin 35 manna sjálfur, ég ætla ekki að þau sjá að maður sé hendi í sig. Nei, ef það er fullt hús hjá þér, þá skil ég það vel. Já. Kannski líka skrítið að frændiðin sé að koma inn og hendi í lykil, það er kannski bara óþægilegt. Ekkert að vera að koma með minn púka þanga. Nei, en ertu ekki góðan að sjóna mín? Ég væri bara fegin að maður kemist í dalinn. Já, segðu maður, það er nú bara saman með mig, það er nú gerst síðustu 2 þjóðar til, það er nú bara ekkert komist í dalinn. Nei. Það verður svo mikið stemmingamanni maður, púki gallinum. Já, en hvernig það hérna, bara svona hægni, það er kannski skrítið að ég fór að hugsa á því að það er svo mikið, ég er ekki mikið fyrir að fara á kamarinn og svona, ef ég þyrfti að drulla, mætti ég kíkja? Nei, kannski bara ógist. Það er ekki tækt. Það er 1% í húsinu við verðum hérna 10 manns. Já, það verður bara ógist. Og þetta er bara, vistu það er bara... Það er svo fljótt að byrja að lykta og eitthvað svona. Nei, ég bara... Já, ég veit að þetta er bara dónaskapur í mér. Ég á ekki að byrja þetta. Mér finnst bara svo óþægilt að fara á svona kamar. Þetta er bara annar þessu. Nei, ég veit. Mér finnst bara svo óþægilt að fara á kamarinn. Það er svo þröngt og ógeðslegt og maður lætur sig hafa á tjálfsæðinu. Er þetta ekki hreinlegt og flott? Jú, vel hugsaðum þetta sko. Já, glæsilegt. Svo reyndar kemur kona mín, hún Sigrún, hún kemur á sunnudeginum, hann hafi verið gaman að fá hana, þá var maður búin að vera að tjúta hans með strákunum og svo kemur hún á sunnudeginum, hann hafi verið gaman. Ok. Þannig að það verður svona öðruvísi stemming, þá verður maður aðeins róleri og romantískari, þú veist hvað ég við. Já. En hvernig það væri það ef að myndur nú detta einhver púki í mig og Sigrún í dalnum og næsta fara að fljúga og svona, getum við eitthvað... Þú getur svo sem alveg kíkt í tjaldið, sko. Já, við getum ekkert verið að kíkja við ykkur og að ríða. Nei, ég auðvitað ekki, maður, hvernig læti, aldrei, ég myndi ekki gera það. Nei. Það er það líka ólíklegt svona á sunnundi að við maður sé að fara eitthvað það. Já, mér kemur það svo sem ekkert við en... Nei, ég veit að ég fó bara að hugsa, þetta er svona þrennt sem er erfitt að gera á tjálsvæðin ef ég myndi gista þar, það er að taka lykil, drulla og ríða en ég finn út við. Já. Annars bara sjáumst við vonandi í dalnum. Já. Þetta verður skemmtilegt og bara hafið það gott, ég beði að hilsa gallinum. Skila því. Ok, takk. Gaman að heyri ykkur. Já, sömuleiðis. Ok, bye. Þetta er ekki... Þetta er mér líður bara illa. Hún heiti Sigrún líka. Það er ræðilegt. Kærastan heiti Sigrún. Ég var náttúrulega bara að horfa á þig. Ákvæmlega kæra. Það er ræðilegt. Nú er tími fyrir ekta íslenskan rjómaís. Komdu við á N1. Við erum land allt. MSIs, rjóminn í ísnum. Bjóddu bragðleikunum í veislu og pantaðu hotlan og ljúffengan veislubakka í partíið. Serrano, Fresh, Happy, Max. Skál fyrir Geira Trúbador. Hann spilaði þjóðatíðalagið 4 sinnum í settinu sín í gær og ætlar að taka það að minnstakosti 3 í kvöld. Geiri Trúbador, skál fyrir þér. Víking Léttöl. Sæl, Friðrik Dór hér og þið vitið alveg hvað ég ætla að segja. Það gefur svo vel þetta N1 vegabréf. Vertu með í vegabréfaleiknum og skoraðu stimpla í sumar. N1, hluti af boltasumrinu. N1 vegabréf. Útsalan er í fullum gangi. IKEA. Safran kjúklingurinn okkar er glóðasteiktur við eldheit kol. Borðaðu hjá okkur, pantaðu á netinu, appinu eða taktu upp tólið. Safran. Náðu í einkamálappið og farðu á hraðstefnumót á þjóðhátíð í Eyjum. Brjóttu daginn með KitKat. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Hlusta á FM 957 live frá 900 grill
Auðun Blöndal og kóngurinn Egill Einarsson með ykkur hérna í beinni í dag. Já. Hvað? Að skulle kalla sjálfa þig kóngin. Ég er bara, þetta var kynning. Það er alvöru kóngur á leiðinni, Frikki Dór er rétt á mættur. Ég er mjög hrifinn af Frikka Dór, ég elska Frikka Dór. Já, það er topp. Það verður erfitt að koma eftir Ingo Veðuguð, sko. Já, og svo er Svessi líka á leiðinni. Já, Tartmouth. Já, það er líka gaman sko að þessi 3 gestir, Ingo Veðuguð kom aðan, svo kemur Frikki Dór, svo Svessi, því að þetta eru svona 3 menn sem tengjast þjóðhátíð. Þeir eru með þjóðhátíðarlagið, Frikki og Svessi. Og Ingo með hérna brekkusöngin, því að þeir 3 eru í Gift að sofa hjá Drepa sem að ég, þú og Steindi tókum upp í vikunni. Bjóm. Já. I like that. Þannig að það ég ætla að grípa þessu fram með fyrir núna. Já. Hérna, þú vorst að segja hérna áðan við mig, við löpum út úr bátnum og sagður við mig, ok, ég er að vera 60, enn einn þjóðhátíðin. Nei, ég spurði þig, hvenær er maður of gamall við þjóðhátíð, spurði þig? Já, ég sagði ekki að vera 60. Nei, ég lasaði þessi við þér. Já. En síðan fekk ég skilaboð frá a young fan sem á heima á Söðakrók. Og hann, ég veit gætum þetta hendur okkur í Blood Tells It All núna. Nú, okkur? Því hann sagði mér að spurja þig út í momentið þegar þér hefur aldrei liðið jafn mikið eins og old piece of shit. Og það tengist einhverju afmæli. Já, þá var þetta ekki frá young fan sem vorst að fá þetta frá, sko. Það var bara verið frá Kös eða Árni Ragnari. Ég get ekki greint frá heimildamanninum. Þetta er annarkvort Árni Ragnari eða Hugi. Til miður ekki greint frá heimildamanninum. Ég veit þetta er annarkvort þeirra. En þetta er Blood Tells It All, þetta er ekkert gróf saga, en já, ég veit hvað hann að tala um svona. Ég væri til í þess að halla var þau stólunum, ég elskar góða Blood Tells It All sögur. Þetta er mögulega sagt, þetta er ekki gróf Blood Tells It All saga, sko. Nei, en ég væri til að heyra hann í viðurkenna það. Hvernig mér leið svona mest eins og gömlum kalli. Já. Og það var þegar ég var að deyta fyrrverandi. Ok. Það eru 6 ár síðan þetta var. Þá er ég sem sagt 30 og hún 20. Yes. Og hún var sem sagt, við vorum tildulega nýbyrju saman þannig séð, sko. Og það var, nei, hún var 21, sorry. Ok. Og ég held surprise samanlega fyrir hana. Hún var 21 og ég 31. Og hélt að heima og svo komum við allir vinir hennar, engin vinir mínir, bara vinir hennar. Og hvað bauðst ekki höfðingarna? Því að ég var svona halda ammali fyrir hana og vinir hennar. Nema það að þá sitjum við í stofunni, ég er með einhvern hatt á mér, þetta var á hattatímabilinu mínu, svolítið að vinna með húi núna. Saknaðist tímabil, það var good shit. En þá sat ég í stofunni, 31 árs, með allir í kringum með 21 árs og þá var lagið Barbra Streisand. Maður ger allt vitlaust. Geggjalag. Barbra Streisand. Besta lag sem ég heyrt. Já, og ég sit á milli, það er ein stelpa og einn strákur, toppfólk allt saman. Ég er nú með sem drengi fótbolta mánudögu núna. Algjör snillingur, hann er náttúrulega orðin 6 árum, hann er 27 ári í dag. Þá kemur Barbra Streisand lagi og ég segi, ætli Barbra Streisand viti og hafi gefið leyfi fyrir þessu lagi? Barbra Streisand. Já, þá komu þau bæði saman í kór. Ég til eitthvað sem heitir Barbra Streisand. Ég hugsaði bara, hvar er ég? Og með ykkur þá leið mér eins og eldgömmur kalli með hattat á milli þeirra það með ykkur tvítuðu liði og ég lappaði inn í eldhús og hringdi í Árna Ragnar og sagði bara, herðu þetta. Þú varst líka á hattatímabilinu. Það gerði eitthvað ekstra slæmt eitthvað þeir. Þetta var bara hræðilegt að ég var með liði sem að vissi ekki að Barbra Streisand væri til. Það var nú ekkert alvarlega en það, sko. Ég verði ykkur að mista þetta skemmtilega Blood Tells It All saga. En það er með þjóðhátíð, þú ert aldrei á gamall fyrir þjóð. Ég spurði þá, það var eiginlega bara rétt svar hér, af því að sko munurinn á þegar ég er á þjóðhátíð núna og til dæmis þegar ég kom í fyrsta sinn, þá var ég 21 árs. Og þá var ég mikið bara í dalnum og bara á fyrir fram að sviði og svona. Núna er maður bara meira í hvítu tjöldunum og hitta fjölskylduna þína. Þú tæklar hátíðina öðruvísi. En þú getur mætt inn að saman hversu gamall upp. Eins og fjölskylda mín er í Veltusundi 1 hvít tjald þarna og var alltaf tekið vel á móti manni, sko. Og við getum alveg mætt hérna 70 í félagarnir, sko. Þá kannski bara minkum aðeins tíman á gólfinu og við erum svolítið í hvít tjöldunum og hellum bara vel í okkur þar. Já, maður þarf að, you have to act your age á þjóðhátíð. Það er bara þannig, en hér eftir smá stund kemur Frikki Dór, við erum líka að fara í Giftast sofa hjá Drepa. En það sem ég væri til í núna verður við ekki að fara í eitthvað tengt Giginn okkar á morgun? Jó, sko, líka bara spjöllum. Til í allt 2 eitthvað? Jú. Er ekki með það? Richard. Til í allt 2? Dr. Donut, ertu þarna? Er í okkur ekki? Alltaf verður að fá smá heads up, sko, hvað er að byrja útvarpin í gæri, eða? Nei, ég var bara að fatta þetta núna, tengja þetta svona við. Dr. Donut, heyrur í mér? Já, ég heyri þess. Doktor. Tökum til í allt 2, hvað heitir það aftur? Það heitir eitthvað annað.
Rikki, þú vinnur í útarpi, ekki verðum allt niður. Skrifaðu núna í search til í allt, þá alltaf kemur niðurstaða. Þetta ekki flókið, sko. Þetta fara á stað, bye bye. Ít á play. Það held ég þér að hlusta á þjóðatíða þátt FM 95 Blö á FM 957 við erum í byrni frá 900 grill en reyndar ekki núna því að við vildum tengja Steinda inn í þáttinn. Aha. Og já, hér erst þú Steindi, þú ert ekki með okkur á það núna. Nei, nú erum við bara hérna í stúdíónu, það er sunnudagur og klukkan er 6. Það er góða líkur að Egill fann að finna á sér í þættinum örgulega. Ég ætla bara rétt að vona það, annars verður ég fyrir miklu vonbrigðum. Já, en við ætlum að nýta, það er náttúrulega símtölu eftir sem að klefi. Já, það er klefi á eftir og það er nóg framöndanstrakar, ég veit nákvæmlega hvað þeir að bralla líka, ég vissi planið, þetta er þrjusu þáttur. En það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að taka giftast sofa hjá Dreba. Já. Og það er þjóðhátíða þema. Akkurat. Því að við erum náttúrulega þjóðhátíð. Er þetta þá einhverju sem er að skemmta á þjóðhátíð? Já, þetta er, tveir þeirra eiga þjóðhátíða lagið. Ok. Og einn spilar í brekkusöngum. Já, þannig að þetta er Sverrir Bergmann, Friðrik Dór og Ingo Veðugu. Já, þú þarft að giftast einum, sofa hjá einum og drepa einn. Aha. Ingo Veðugu, Sverrir Bergmann og Frikki Dór. Já. 3 toppmenn. Og já, þið þekkið þessa drengi vel. Egil, hvað ert þú að hugsa? Báðir. Nokkuð svona einhvern veginn augljóst hverjum ætla að giftast, sko. Var það augljósast núna? Já, öskraði strax á mig, sko. Það getur nú ekki verið Sverrir Bergmann, ekki með allt þetta á tölvuspil. Ég horf mikið á fjárhagslega öryggið, sko. Já. Og ég, sko, Ingo Veðugu, hann loggaði svona heimbakka sinna daginn og síndi með stöðun og reikningum, sko. Og þetta síndi mér hana líka. Hún gæti ekki verið meira toppstandi, sko. En okkur var hann að sína ykkur stöðun og reikningum? Já, hann var bara í fíling og bara síndi okkur. Þetta var að harðasta sem ég á æfinni lendi. Ég spurði Ingo, hvern ertu? Hann þagði, hann sagði ekki orð, tók upp síman og ég bara, hvað er hann að gera? Slóin loggaði sinna á heimabakkan, rétti með síman og sagði, mér sínst ég bara að vera heldur góð. Og síndi með stöðuna. Hvaða múf er það? Og ég hugsaði bara, hvernig verði ég svona harð? Já, var þetta í ammælun hjá Ammælun Ívar Guðmunds. Bara Ingo, hvernig ertu? Þagði, loggaði sinn, rétti með síman. Já, ég er nokkuð góður. Þannig að þú ætlar að giftast Ingo. Það er fjárhagslegt öryggi. En samt sko, það er nettur gamleir í Ingo. Það er náttúrulega, já, þetta geti föðrað upp í ánum, en ég menna nú að Frikki Dór að kaupa sér hús í Hafnarfirði, það er nú nóg til það líka, sko. Ég þetta setja, sko, videogameboy í meðferð. Já, sem sagt við tölvufík. Já, bara við öllu held ég. Sko 10-12 tímar á dag í tölvunni, það er á mikið. Já. Þannig að hann enda fyrir meðferð. Þú séð ekki fram á að giftast þessa? Já, ég giftist Ingo 100%, sko. Ok. Það er klárt, sko. Nú er bara spurning hver fyrir út í sveit, sko. Já. Steindi, ert þú búinn að ákveða hvernig þú ætlar að giftast? Ég náttúrulega, sko, nei, ég er bara ekki búinn að það. Ég er að hugsa þetta, sko, Svessi náttúrulega spila mikið á töluleikjum. Já, þú líka reyndar, þannig að það getur verið ágætt í sjónaband. Já, en ég spila samt ekkert með hann, sko. Ég kíkja bara í klukkutíma, 1-2 hér og þar og svona, Þú ert ekki að pantaði byssur á netinu? Nei, ég panta mér ekki pítsu og skýt svo í kassan, sko. Ég fer á klósettið. Ég ætla að giftast Frikka. Giftast Frikka? Já, ég ætla að giftast Frikka. Já, góður drengur. Hann er rosa góður drengur. Ég veit að hann fær ekki á baku mig. Hann er solid. Ég held að það sé líka bara fínt fjárhagslegt öryggiðar. Já, fjárhagslegt öryggiðar. Skilinsríkur og hress og skemmtilegur. Og hann á stað sem selur franska líka. Hann myndi búið til lög mig sem ég finnst mjög skál fyrir þér gæti verið þig. Ég er að segja það. Þegar ég hlusta á nokkuð lög með Frikka þá hef ég hugsað stundum, tjúðlar ég til að vera kærastan hans. Svo ertu líka í vesenni til dæmis að þú ert giftur Ingo Veðugu og þið skiljið, þá getur hann hent í lag eins og Bahama og bara skildir ekkert eftir með einhverja ljóta peysu. Já, nákvæmlega. En svo náttúrulega ég og Ingo er líka skildir, sko, af okkar voru bræður og Já, ok, það var ykkar. Það var kannski ljótt að fara að giftast honum. Já, ég geti það ekki, en ég hugsa að ég sofi hjá honum. Já, ok, það þarf að drepa Sverrir. Að drepa Tárna? Ég bara get ekki farið að ég get ekki sofið hjá Svessa. Hann er með childbearing hips. Já. Þú getur það ekki. Jú, ég get það. Ég er bara svona mér finnst hann vera svona hann er meiri bara svona hann er meiri svona kúrutýpa fyrir mér. Já. Ég gæti kúra með honum. Anskutin, þetta er náttúrulega leðilegt að tala um þetta. Þetta er hrikalegt að rýna svona mikið í þetta. Sverrir er náttúrulega besti vinur minn og þú ætlar að drepa hann. Nei, ég minna hann er líka eitt besti vinur minn. Ég væri ekki nema ég myndi giftast honum, sko.
En við þurfum, þú getur ekki, mátt ekki drepa Svessa í dag á föstuði því að við þurfum hann á sviðin annarkvöld, hann að syngja með okkur. Já, nei, Egill, hvað ætlað þú að gera? Sko, ég ætla að giftast Ingó? Ingó, ég ætla hérna, en ég ætla að senda upp í sveit, við getum ekki báðið sendt menn svess upp í sveit. Nei, það er ekki hægt, sko. Þannig að Þú ætla að drepa Frikka þá? Já, ég vel að drepa Frikka. Drepa Frikka? Það er hræðilegt. Þannig að þú ætlar að sofa hjá Svessa? Sverrir líka, hann sko gefur mikið af sér sem elsku því, sko. Já. Herru, það er bara flott stendi. Nei, er það? Nei, við þurfum ekki að fara meira út í það. Nei, ég er kannski bara fann að breyta. Ég hugsa að geti vel verið að ég bara sofi hjá Svessa og þurfa að senda greið Ingo upp í sveit, sko. Alltaf hegtur er bara ekki Ingo við ykkur. Nei, það er ekki hægt, ekki með þennan heimabanka. Hann verður bara að geta að lifað og eitt þessum pinningum einhvers þar. Já, ég veist að ég ætla að senda Svessi til sveit, því miður, það er bara það. Ég veit að ég og Svessi munum bara eiga Já. Þar hafið þið það, kæru hlustendur, þetta var Gifta, sofa hjá Dreppa með þjóðhátíðar þema. Þetta er svo leðilegt að fara að velja svona. Nei, það er allir vinnur. Fótboltagolf, opið til klukkan 10 í kvöld. Skemmtigarðurinn. Dominos kynir spennumyndina Jason Bourne. Why would he come back now? It started again, a new program. Matt Damon mættur aftur sem Jason Bourne. It's even worse than before. Tell me, who has to be put down? The next bullet's in your head. Jason Bourne. Sýnd í bíó land allt. Save the seas. Vildarpuntasafnarar atvið. Hjá Ólís og OB fást fjórfaldir vildarpuntar Æslandir alla helgina. Segðu sís með Ólís í sumar og vertu með í stór skemmtilegum sumarleik. Grímur, glens og glæsilegir vinningar. Ólís, vinur við veginn. Sumir eru öruggari en aðrir á ferðum sínum. Til dæmis fá þeir sem eru með F+, ókeypis aðstóð á staðnum frá Bílahjálp Vís á öllum helstu þéttbýlistöðum landsins. Við vitum hvað skjót aðstóð skiptir miklu máli. Vís, þar sem tryggingar snúast fólk. Bátur á 100 km hraða og einn létturglæðningur lengst út á hafi. Já, þú heyrðir rétt. Ripsafari ætlar að leysa þingavandamálin á þjóðatíð. Kynntu þér málið á ripsafari.is. Viltu alvöru þjóðatíðamat í Eyjum? Kíktu þá á okkur og slappaðu af á höfninni og gættu þér á gæðamat á góðu verði. Tangin.is. Skechers, tollalækkun á öllum skóm. Skór á alla fjölskylduna á frábæru verði. Skechers. Kringlunni. Í tjaldið, bílinn og bústaðinn. Ferðalagið byrjar hjá okkur. Nettó. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Hold down, they don't love you like I love you. Something don't feel right, because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? A moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you, but y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Þið eru að hlusta hér á þjóðatíða þátt FM 95 Blö í beinni útsendingu frá 900 grill. Ingo Veðuguð stendur hérna upp á sviði í hvað heitir þetta, hvað ég var að segja, bara hérna í Sko, Ingo Veðuguð er núna bara að spila stansa frá klukkan 3. Já, hann er kóksveitt. Hvað er klukkan nú? Klukkan er 20 mínútur yfir 5. Ég var að fá SMS frá Frikka og Svessa, þeir voru að klára soundcheck og eru rétt ákomnir. Eina pásan hans Ingo var þegar komið spjall hérna rétt á hann. Annars er hann búin að vera glamrand á gítarinn og sönglandi síðan klukkan 3. Það verður líka að gefa Ingo það er alveg sama hvaða lag er kallað á hann kann það.
Hann kann öllu. Já, það alveg magnað. Þetta drullan af peningum. Við ætlum að fara í kortmyndur frekar með Svessa og Frikka þegar þeir mæta. Yes, byrju, það þá þeir tveir, höfðingin ekki með því það? Ég veit ekki, kannski Leifi að vera með. Ég eftir að bara hugsa það. En herðu, ég verð að spyrja áður, ég ætla að ræða við um eitt, en áður ég fyrir út í það. Varst ekki ánægð með sturlaðið The Horse Shit? Sko, fyrst var ég reiður sko því þú varst að lauma Sturlum inn aftur. Sem ég var ekki að gera. Ég voru bara að kötta hann út. Þetta nýja twist sem þú komst með. I like that. Þannig að ég held bara ég tilbúin að gefa grænt ljós á dagskráli. Gott að heyra. Enda stjórnum þú öllu í þessum þætti. Thank you. En áður við fáum Frikka og Svessa þá ætla ég að spyrja, þú væntanlega tekið eftir, það voru ung hjón sem unnu 262 milljónir í vikunni. Já. Víkingalottó. Keyptu miðan í Kópavogi, þú býr nú í Kópavogi. Ég býr í Kópavogi, sko. Já, áður bara spilar einhvern mann, kaupir einhvern mann miða í Víkingalottó, eða lottó. Það sko málega ég er að gambling man. Já. Ég vinn ekki með líkur. Já. Ég þannig spila vikið, ég vinn með líkur. Þú veist meina þessu litla líkur á vinni 262? Sko líkurnar á vinnir í lottó engar. Þannig að ég kaupi mér ekki lottó með að þú vinnur ekki í því. Ég meina þetta fólk vann, viðurkenna það. En ég er að gambling man, ég er tilbúin að hólka á að Breiðablik vinni Val með 2 mörkum. En að köpa með lottó með það, ég veit það ekki. Þannig að ég hef ekki verið að taka þátt, en ég viðurkenni, ég hugsaði þegar ég sá þessa fréttu á MBL, af hverju anskotanum ég ekki að taka þátt. Sko, þetta eru hjón á 30-aldri sem þau eru yngri en við. Já, ég meina töluvert yngri. Lífið þeirra, þau eru núna að hella yfir sig kampaðinn einhvers staðar, akkurat núna. Já, en gæti það dottið inn að einhver taki bara, ég keypti miðan, heldur að það verði eitthvað svona, veist, þetta rosalega peningur. Það veldur á líka hversu gott samband þetta Já. Þú veist hversu náinn þið eru og... Hvað myndið þú gera ef þú myndið vinna 262 milljónir? Hvað væri það svona, verður alveg hinskilin, ekki segja eitthvað, ég myndi fara á snekki eitthvað. Hvað var það fyrsta sem myndið gera ef þú myndið vinna 262 milljónir? Bara á morgun? Já. Ég myndi borga upp húsnæðarlánið. Já. Ég myndi lappin í Landsbankann og gera það svo vel. Þóðu þessi björ raskat og eitthvað. Klára það. Og síðan myndi ég borga námslánum mín. Ég þá 2 kúlur þar en þá. Ok. Þá er Gilsson ekki með neina lán á sér, þá er það farið. Þá er bara, hvað er mikið penning eftir þá? Það áttu 200 miljónir. Það er 230 og eitthvað 5 kúlur eftir. Þetta er náttúrulega alvöru peningur sem, koma Svessi og Frikki Dór. Já, menn Svessi og Frikki Dór hérna. Eftir ég búin að taka skynsama Gilsa og borga húsnæðarsláni, þá negli ég svona 100 kúlum í veltubreifinu á Landsbankanum. Síðan er ég farin á fyllir í og ég held þetta ég er ekki að íkja svona 2-3 ára bendir ef ég var alveg hinskilin. Hvað með konu og barn? Ég held satt að það er fullkomið skilningu fyrir. En eru þau heima bara? Það er eitthvað sem ég ætti að ræða við þau sko. Vilja þau taka þátt í partíinu sko. Auðvitað. Og það sko máli, ég er að fara að snekka mig, ég get lofaði því sko. Ok. Það er ekkert svo dýrt að leigja snekki, ég kaup ekki snekki. Nei. En ég þarf að leigja mig. Þú myndir leigja, ok. Þú fórst á snekkjuna Roman Abramovich sem er by the way og googlar top 10 snekkjur, þá er hún á top 10. Þú varst þar, you were there. Allsber. Við ætlum að fá, svona í tilefni því að Sverrir Bergmann er komin hérna og Frikki Dór, þá skulum við fá, er þetta ekki nýja þjóðatíðalagi á strákunum ekki? Ég veit það mjög gott. En fyrir utan okkar þjóðatíðalagi, eftir 95 blöð, þá var þetta hérna besta þjóðatíðalagið. Skulum fá Kveikjum eldana og svo ræðum við Svessa og Frikka. Ég elska það. Já, við erum nú bara með söngvaran Sverrir Bergmann, hann er mættur hérna sem syngur þetta lag. Þetta heitir Það sem hjartað slær. Já, fyrirgefðu. Köllum að vera Kveikjum eldana. Og hliðin á honum situr Frikki Dór, verður velkomin líka. Takk fyrir kærlega. Þið voru að koma úr soundchecki. Hvernig gekk? Gefið okkur skúp, hvernig gekk í soundcheckunum? Við neldum það bara og það var full margir kannski í dalnum til að heyra soundchecki en þá er eins gott að standa sig og við gerum það. Já, ok. Frikki var rosalur. Hei, akkur það hrósa honum, hann er your enemy. Nei, hann er my idol. Er ekki þannig í tónlistarbransunum eins og til dæmis þú og Páll Óskar, eru þið besti vinnir eða svona, eru þið að rífast um gig? Við erum mjög góða vinnir í dag. Já. Ég elskar hann. En eins og Svessi og Frikki, eru þið að rífast um gig? Nei, ég er með eitthvað svona newfound respect hérna með Frikka, en aðri söngurar, En Svessi, viðurkendu, ekki vera að second shit.
Sko, þegar mætur á morgun og tekur lagið með Frikka, þú ert alveg að hugsa, ég vona að Frikki skíti og allir hugsa mig, ég hafi verið the shit í þjóðatíðalagi. Láta Svessi var góður. Ekki ég. Ég ekki eins og þú. Þú vilt ekki hugsa að hann negli alla nótuna sína og þú tekir það shit. Viðurkendu það bara. Ég ekki svona, sko, ég ekki svona spegill eins og þú. Ok, Frikki, viðurkendu það, þú vilt að svestrasli drulli upp á sviðamorgun. Sko, hann er honest man. Það allt í lagi. Ég þarf ekki. Honest man. Ég þarf ekki að fara í sama skíti. Sko, ef þeir eru saman með þjóðatíðina, auðvitað vilja að það báður að þeir negli, þetta er bara eins og að vera í liði. Þú ert svo mikill. Þetta er ástæðan að þú ert einn DJ. En blöð, var áttað því ef þú verið til center Real Madrid, þú vilt skora 5 mörk og tapa leiknum í staðan fyrir að vinna 1-0 og skora þær ekki. Sammála það. Þetta er ekki sambarilegt. Ég að byrja þetta saman, þeir eru báður að svita. En máli, by the way, ykkar lag, nýja þjóðatíðalagið, wow. Big fan. Þetta er besta þjóðatíðalag sem ég heilt og eftir Kveikjum eldan. Egil sagði við mér svona þrísvar í Herjólfi. Wow, ég verð að gefa þeim, they delivered. Ég er bara fyrir gætt að hlusta á þetta í fyrsta sinn. Já, bara huge shout-out á Dóra. Já, sko, Halldókunar, til ykkur kongur. Þetta lag er ekkert eðlilega gott. Nei. Og ég held líka að það muni vaksa og vera ennþá vinsælla á næsta ári og þar næsta og svo framvegis. Og þeir líka eru officially búin að drepa núna lífið yndislegt sem ég veist vera horse manure, persónulega. Það er aldrei. Af hverju eru ekkert búin að drepa lífið yndislegt? Það er frábært lag. Það er geggjað lag. Og það er ekki horse manure. Já, blöð. Varst að læra nýtt orðið? Erum við með real hann sagði horse manure? Ekki lægið með þetta kveikindi. Nú eru 2 bestu þjóðatíðalög allan tíma. Já. Það er Tartmouth og FN9 blöðlagin. Og, ok, fyrir utan okkar að þetta. Það er Tartmouth og nýja lagið þeirra. Og Tartmouth featuring Tartmouth featuring svo náttúrulega John Johnson, hann er með Eija og Peja mestan mjög gott. Það er líka mjög gott, ég veit það er mjög gott. En máli, þetta eru 2 bestu lögin. Það er Kveikjum eldana og nýja lagið á þeim. En hvernig er svo dagurinn við ykkur? Þið voru að koma á soundcheck. Eru þið að skvættið ykkur bjóra og svona í dag? Eða eru menn bara að chilla fyrir stóru stundina? Já, Frikki var náttúrulega að spila barnagigg. Já, ég er búið með eitt gigg. Varst að taka glas til hundinn og... Ertu alltaf að raka inn Cassi? Tróðstuður ykkar barnagigg? Fyrir að gera eigina, hugsaðu þá, hvernig get ég grætt sem mest hérna? Ég er á prófastinu svo milli 4 og 6 í nótt. Og hvernig gekk barnagiggi? Já, bara frábærlega. Þetta var bara ógleymanlegt. Það er ekki hægt að biðja betra veður í Eyjum. Nei, þetta var reynda bara mjög gaman. Það er bara, stemmingin er góð. Það er allir í svo góðum gír. Þegar veðrið er svona, þá bara... Það er eitthvað í loftinu, sko. Það er eitthvað í loftinu, það er hárrétt. En það er eitthvað málega bara áður höldum á hana með NSOS. Ég er með tilkynningu. Já. Og ég fáðu þið sæti. Ég fáðu þið sæti? Ég siti alltaf. Ok. Hérna... Hvar ertu? Hver ertu? Ég bara segja, fáðu þið sæti. Ég ætla, höfðinginn, að ráða þig sem dansara. Já. Í Muscleboy settinu minni, í FN9 blöðu settinu fyrir miðnætti á morgun. Og er það eins og öll önnu gig sem þú ræðið mig? Ég fæ ekki skít fyrir. Það ekki krónur. En það fara great honor. Hann er ekki svo Frikki, hann er ekki in it for the money. Svessi bara dansar og syngur, þetta er passion. Það er mikið. Takk. Við ætlum að fá hér örstuð skilaboð strax eftir auglýsingar. Þá ætlum við að fara með drengina í hvort myndirðu frekar og það verður áhugavert að heyra nýja raddir í þeim dagskrárlið. Það er alltaf Steindi og Egill. Nú ætlum við að sjá hvað Svessi og Frikki Dór segja í hvort myndirðu frekar. Við búum til okkar eigin franskar úr alvöru kartöflum. Rótás Snorrabraut. Náðu í einkamálappið og farðu á hraðstefnumót á þjóðhátíð í Eyjum. Komdu í mat í IKEA. Í júlí færðu bragðgóð barbecue-grísari, franskar hrásalat og sósu á aðeins 995 krónur. Vertu velkomin á veitingastæðin. IKEA. Kíktu í heimsókn. Við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class Laugum. Fáðu þér svo fyrir æfingar. Brjáluð orka og brennsla. Aukin vöðvamassi, styrkur og úthald. Vaxtarvörur.is. Stór á krana á 550 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Komdu og fáðu þér ferskan Jójó ís núna. Jójó ís, Nýbýlavegi 18 og Egilsgötu 3.
FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara Þú vilt dansa eins og drottningin í draginu máttu það Ef að þú vilt dansa eins og fiðlarinn á þakinu máttu það Dönsum eins og hálfvindar, segir Frikki Dór áður fyrir með því hvort myndur frekar hvenar, þetta er náttúrulega nýtt lag, hvenar samtur þetta, er þetta eitthvað spes eða er þetta bara eitthvað að leika í bílnum og seifar og... Já, bara strákandi letum að hafa trakki undir og þetta komið leið, þetta var bara rétt áður við gerum lagi. Já, ok, þannig að Dönsum eins og hálfvindar kemur bara, hvar ertu þegar þú hugsaðir? Ég var reyndar í Eskilí, sko, þetta er gamla íbúðin mín, sko, þetta er greinilega janúar. Já. Lagi komið út í febrúar eða eitthvað. Já, þetta finnst mér eitt bara flottasta lagið á Íslandi í dag. Þetta gekk mjög vel og var bara frábært og ég er rosalega þakkláttur íslenska þjóðinni fyrir þær viðtökur sem lagið fengið. Það held ég, við ætlum núna að fara hérna í hvort myndur frekar og það eru 3 spurningar, drengir, Sverrir og Frikki. Er ég ekki með það? Nah, þú mátt svona koma með hvað þú hefði sagt. Ok. En þú vart ekki Þannig ég er ekki með þess að? Jú, þú mátt alveg vera með. Ok, thank you. Nú ætlum ég að spyrja ykkur, drengir. Hvort myndu þið frekar gigga naktir í kvöld eða nást á vídeo á mánudagsmorgni ofurölvi að slást við lögguna og það færi væral? Ég veit ekki gigga nakin bara, helviti fín. Er það gigga nakin og er löggan eitthvað eltað sviði? Nei, þetta er bara Red Hot Chili Peppers gerði þetta á sínu tíma. Þú setur sokk bara þarna. Það má setja sokka? Já. Þá er þetta ekki nakin poop. Nú, ok. Þá ertu með, þú veist, nakin er bara penisinn og allt klárt, skilur. Já. Og með sokkur. Mátt ekki vera með sokk. Ekki vera með sokk, Þú veist, það er svo 600 myndavlar niður í dal, sko. Já, ég veit, skilur, en það er samt sem That shit's gonna go viral, sko. Allir svona eitthvað svona, í góngi ír eitthvað svona. Það væri samt rosalega skrítið að sjá þið fara á sviði í kvöld nakin. Jú, Tækir það frekar heldur en að slástu lögguna á mánudagsmorgni. Slástu lögguna eitthvað mökkaður, já, hræðilegt. Maður gæti þá alltaf verið bara einhvern veginn, já, ég veit það ekki, ég held ég geti spilað úr þessari nekt. Já, þú getur sagt bara að þetta styrta góðu málefni. Eitthvað svona. Já, ég myndi alltaf geta spilað eitthvað gott úr þessu nektarstúsi. Já, erfitt að gera hitt, eitthvað ég var að fíblast í það. Já, eitthvað, ég var að fíblast í löggunni. Það meinar mér bara aðeins eitthvað smá, eitthvað. En þú Sverrir, hvað er þitt álið? Ég er náttúrulega alltaf nakin, ég margóft gigga nakin, ég var í hárinu og komið 50 sýningar nakin fram og það var ekkert vesen. Þú varst nakin það? Þetta er bara walk in the park fyrir mig. Varst að gigga á penisnum með? Já, og það var marga hringi. Þá var Sverrir Bergmann með sítt hár. Í hárinu? Já. Akkur er ekki með mynda því, akkur er það ekki rauðgum að setja þig á Twitter? Það er 50 sýningar. Þetta varst með sítt hár á penisnum? Já, og í hárinu? Já. Gati, akkur vissi ekki af þessu? Bara því að þú ferði ekki í leikhús. Það er ekki svona... Já, geti spilað inn, ég veit ekki hana. Ok, ég ætla að spyrja ykkur núna. Aldrei fara aftur á þjóðhátíð eða aldrei fara aftur til Köpen? Hvað er mikið skýtsamur sem fucking Dani? Aldrei aftur til Köpen? Það spurði ekki heimi. Já, ég er svo... Ok, þá ætla ég að breyta því. Ég var með þetta með... Þetta var slæs. Aldrei aftur á þjóðhátíð eða aldrei aftur til Akureyrar? Þetta er endan aðeins meira trikki. Já. City of Joy eins og við kallum Akureyri í þessum þætti. Ég feð svona meðaldari 3 ári til Akureyrar og ég hef alltaf a hell of a time. Já, þetta er mjög easy líka fyrir mér. Mér finnst ekki vænt Akureyringa og allt það, en ég myndi ekki vilja missa þjóðhátíð. Þú átt líka 3 þjóðhátíðalög, þú ert safe for life, þú verður hérna alltaf. Þú er hérna nýraður, syngjandi, kveikjumeldana. Já, það er bara. Þannig að þú velur aldrei aftur til Akureyrar. Já. Frikki? Já, ég held ég takki það líka, sko. Þú sleppir Akureyri? Já. Ok. En það er samt mjög erfitt vegna þess að ég fer einmitt 3-4 ári ofta bara chilla. Já, þetta er City of Joy. Það var gott. Svo er það síðasta. Hvort myndið þið frekar geta breytt ykkur í hvaða dýr sem er eða vera sterkasti maður heims en líta nákvæmlega eins út og þið eru. Þannig að þið þurftu ekkert eitthvað að stera ykkur upp, þið eru bara nákvæmlega eins og þið eru, en þú eru langhraustasti maður heims. Hitt var aftur geta breyttir í hvaða dýr sem er. En áspyrir eins og nördið sem ég er, geti aftur breytt mig tilbaka úr dýrinu? Geti ég alltaf kemur þú eitthvað og segir sér fokkaður og ég bara breytist í dreka bara
Dreki er ekki dýr, sko. Þú ert búin að vera mikið í tölvuleikjum núna. Það er ævintýrafígúra. Sverrir, nennur að koma yfir í the real world núna og ert svolítið mikið í tölvuleikjum. Dreki er ekki dýr, sko. Þú getur breytir í björn eða eitthvað svona, sko. Það er drekar, sko. Það er ekki til drekar, Sverrir. Það er til drekar. Núna erum við bara hérna á 900 grill, við erum á þjóðatíð Come to the real world, Sverrir. Þú ert ekki í tölvunni. Gætir þú breytir í uglu og sem aftur yfir í Tartmouth bara 5 minútur. Hver breytir sér uglu? Já, ég meina það er hægt, svo. Það er oft sniðið að vera ugla. Gæti þið breytt mér aftur? Já. Allan dag. Breyta mér í björn bara. En spáðið að langsterkasti maður heims, en samt lítur þú bara svona út eins og... Það er bara töff, að mæta sterkar maður heims, þetta er gæðin sem er 200 kíló, mæta hann að 70 kíló og pakka hann saman, skellir hlæðandi. Já, ég held að þessi jafnvel gaglar að geta verið sterkasti maður í heimi. Að þú getur ekki flóið bara í burtu. Breytir í fugl. En þú getur verið með sýningar sem svona trúður og ætla að breyta mér í tígastýr. Til dæmis bara þú varst með krakkaskemmtun hérna í dag í dalnum, spáðið að það eru bara hendur í örn og flóið þessum og komið aftur og sagt það hefur verið mjög gott. Dönsum eins og hálfvita. Ég elska Freki, elska peninga mikið. Þú tróðst inn barnaskemmtun á föstudaginn. I like that. Hvort velur þú, Freki? Geta breytir í hvaða dýr sem er eða sterkast maður heims? Glaðasti hundur heimi, breytir alltaf svona hundamyndi. Já, hversu gott væri það? Reyndar, já. Fer ég í það? Ég glæði. Og það er púðluhundur. Ég hef ekkert með svona lítinn mæk á gólfinu, svo 10 cm á gólfinu og syngur áfram þar. Já. Reyndar alveg hárrétt. Ég breytt mér í mismunandi hundategundir á meðanlægin í gangi. Já, þetta er no-brainer. Ég veit ekki hvað ég var að spá með hann að styrka. Svessi, hvort eitthvað þú? Já, alltaf dýrin, bara 100%. En segðu núna, þau eru báða búin að segja sama. Hvaða dýr myndu þið labba hérna út núna? Mætti breyta þér hvaða dýr sem er? Mætti bara velja eitt dýr og vera það fram að skemmtun. Hvaða dýr myndu þið breyta þér í? Fram að skemmtun í kvöld eða? Já, bara fram að þeir eru náttúrulega taka hérna í kvöld. Ég myndi breyta mér ykkur fugl. Já, fljúum og svona. Lenda á sviðinu. Já, vel gert. Vá, ég myndi, já. Það væri ekkert sniðugt að breyta sér í tígrisdýr og vera skotin hérna eða ísbjörn. Já, ég held að það er ísbjörn er náttúrulega bara skotin. Já, maður þyrfti að vera eitthvað svona low profile fugl. Ég meina, ef maður væri bara eitthvað máur og hangan í dal. Bara ugla. Uglar eru friðar, sko. Já, það getur ugla komið sterkir. Það getur líka verið kría, mjög skemmtilegt. En þú, Freki, takir þú fugl líka? Ég held ég taki kött. Kött? Já, læfís get farið einhvern veginn, já, ég væri köttur. Það er köttur. Þetta er einhvern veginn á þess að fólk var að taka mikið eftir mig. En áður við missum þess að höfðingja, klukkan hvað takið þið upp á stjórnvöldlega með tvötan kveikjum eldana með Tartmouth? Hvenær eru þið í kvöld? Við erum á svið 9:30 í kvöld. Hæ? 10? Það er að mættur í dalinn klukkan 9? Yes, you I like that. Það er mættur 9. Hvað takið ég langt sessum? Bara lægið og farið það? Nei. Við tökum 5 lög. 5 lög? Þess að 2 kjaft og svo hendur við þjóðatíðarlag. 9:30. Og en þú sér, þú dansar hjá mér annað kvöld. Rétt. Þú verður svo mættur á sviðið aftur 11:05 annað kvöld. Já. Þegar þú ert að hjálpa mér líka í nokkru lögum og svona. Þetta. Hvað hérna? Sverrir Bergmann. Hvað sagður? Þegar þú ert náttúrulega að hjálpa mér líka í lögum. Já. Helgina sko. Svo erum við líka sunnudaginn. Já, svo er það sunnudaginn líka. Þið eruð alla daga. Þið eruð bara þjóðatíðin í ár. Alls ekki, en við erum partur af henni, eins og allir sem eru komni til Vestmannaeyja. Þetta er vel orðað. Freki Dór, Sverrir Bergmann, takk kærlega fyrir spjallið. FM 95 blöð hér á FM 957. Fyrsti þáttur okkar eftir sumafrí og já, það er nú ekki mikið eftir ánum. Búið að vera hellingur að vera hérna hjá okkur í dag. Búin að fá Svessa, Freka Dór og Ingo Viðuguð. Trafík. Já, þeir eru farnir hérna, drengirnir fara andlega að undirbúa sig fyrir sviðið. Það er ekki svo þeir þurfa að undirbúa sig. Syngjandi allar helgar og... Við erum við sjáum annarkvöldi, erum við eitthvað andlegum undirbúning. Við mætum bara pökkum þessu saman. Já, þeir ætlum við bara að fara upp á hótel og chilla held ég. En þeir byrja 9:30 kvöld fyrir ykkur sem er í Eyjum og Ég ætla ekki að missa á þjóðatíðarlæginu, við erum að mættir í dalinn þá. Alltaf mættir. Já, fyrir ykkur sem er að spá í það hvort þið að kíkja til Eyja ekki, þá íkið ekki þegar ég segi það er 20 stað hiti og heiðskýrt í Eyjum. Og líka fyrir það sem eru heima núna, að ég ætti að skella mér, ok, það er 45 stað hiti hérna núna. Og það er hægt að koma sér í báta klukkan 9 og 11 í kvöld. Laust í báðan. Já, ég meina, það laust í 9 og 11 bátinn. Þannig að drullið ykkur bara yfir, þetta flókið. Svo annað kvöld eru Jón Jónsson, við og Kvarasi, þannig að endilega kíkja á morgun. Og Stop and Go og eftir Kvarasi og undan okkur, þannig að þetta verður stór veisla á morgun. Akkurat. Það er líka eitt sem við ætlum hérna nú áður við kveðjum að við ætlum að minna á það. Við byrjum 5 mínútur yfir 11 á morgun. Við byrjum 23:05. Sko, Jón Jónsson hittar upp fyrir okkur. Já,
Hítar upp, já. Hann verður sáttur við þetta. En þegar Mötley Crüe-lagið fer í ganga morgun, þá vil ég fá allan niður á gólf. Já, sko, máli yfirleitt þannig að fólk situr bara kl. 11 og syngur. Já. Þegar við mætum 23:05 á morgun, þá allir að standa upp og drulla sér niður á gólf, afsækja dónaskapinn. Já. Og þegar þetta verður, þessi klukkutími við verðum með, það verður stórkúslega þetta klukkutími sem fólk mun heyra. Síðan fæ ég 3 tíma pásu og mæti aftur kl. 3. 3 á nóttuna, já, með eitthvað DJ-set. Já, sko, byttu fyrir þér, búandi eða. Já, ég skal byggja fyrir mér. En þannig að þið sem í eigum leið og heyrið Kickstart með Hurt með Mötley Crüe á morgun, þá hlaupið niður á gólf. Takk kærlega fyrir hlustunum í dag. Ég vona að fólk hafa haft gaman að vera komin úr frí. Við verðum mættir næsta föstudag og ég líka með tilkynningu núna hér í FM 95 Blöð að við erum að fá liðstyrki í ágúst því að Sveppi á leiðinni til landsins og hann mun taka sæti Steinda Junior. Wow. Steindi í tökum í ágúst á bíómynd. Steindi út, Mushroom in. Sveppi Krull að byrja á FM 957. Málega Steindi út, þú hugsa með þér, shit, hver getur replaceað þann höfðingja? Boom, Mushroom. Já, og Sveppi Krull, hann hefur gaman að því að láta þig heyra, þannig að það er veistla. Ég held að ég fæ miklu meira að heyra núna en því ég verið með Steinda. Steindur yfir svona bara, hann lesi ekkert mikið yfir mér sko. Nei, Sveppi hikar ekki við það, þannig að Sveppi Krull verður með okkur í ágúst allavega og eitthvað inn í september í FM 95 Blöð. Þannig að endilega hlusti, hann reyndar ekki mættur næsta næsta föstudag, heldur föstudaginn eftir það. Verður við tveir til að næstu? Nei, við verðum með gestastjórnanda og svo kemur Sveppurinn inn. Steindi og Bent á leiðinni á eiguna, þannig að þeir mæta í kvöld og verða með okkur að sjálfsögða á sviðinu á morgun. Takk hérlega fyrir hlustunni í kvöld. Þeir sem verður heima að hlusta skottist yfir á eiguna fögru. Já, og sama hvar þið eruð á landinu, hafið það gott helgina, farið varlega umferðinni og bara gangi hægt gleðina dyr. Við viljum enda þetta á lagi sem að verður sennilega tekið í dalnum á morgun. Og bara, við byrjum þáttinn svona og endum hann svona. Thank you. Smakkaðu þá Spicy Tuna, Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Gott verð allt land. Netto, allan hringinn. Ef þú öskrar stanslaust heilan fótboltaleik, brennur þú orku sem nægir til þess að hafa kveikt á sjónvarpinu í rúmlega 2,5 klukkustund. Það eru næstum því 2 heilir leikir. Líttu við á orkusýningu Landsvirkjunar í Ljósafosssstöð og upplifðu orkuna sem býr í öllu. Opið alla daga. Nánari upplýsingar á landsvirkjun.is. Þú skráir bílinn frítt inn á höfðabílar.is. Þú byrjar á pallinum og girðingunni með okkur. Bíkó, gerum þetta saman. Gleði og gæði á góðu verði. Netto. FM 95 Blöð á FM 957.